Jónína, Eddumál, stúlkan sem enginn saknaði. Þetta önnur bókin Eddu sem svolítið svona sérkennilegur spæjari. Já, hún náttúrulega leysir ráðgátur. Hún hefur nógan tíma og mikla orku og hún bara gerir þetta búið einn spýtur. Og ég valdi einmitt að því að ég ekki kannski mikið fyrir svona tæknilegu hliðina í svona málum, þannig að ég valdi einmitt að hafa konu sem kemur bara alveg utan úr bæ, ekki með neina svona tölvur og tækni með sér til þess að leysa, en hún notar hyggjuvitið. En hún hefur innsæi og forvitin fólk. Já, hún kemst langt á forvitninni, og líka það að því að svona eldri dama, hún 67 ára, eldri dama, hún kemst einhvern veginn að fólki, það svarar henni og það áttar sig ekki á að hún geti verið neitt hættuleg, þeir sem hafa einhver að leyna, opna sig. En hvað fjallar sagan að þessu? Ég að skrifa 2 mál sem fléttast saman og það alltaf Edda sem svona samnefnarinn í málunum báðum. Annað varðar hjón sem að koma hingað því maðurinn og dóttir hjónanna þau að fara á ráðstefnu hérna í Norræna húsinu, bókmenntaráðstefnu, og það eitthvað mikið að í þessari fjölskyldu, litlu fjölskyldu, og Edda blandast þeim einmitt hérna inn á Þjóðminjasafni því þar hrynur konan niður stiga og hún segir að sér hafi verið hrynt og það sá enginn hrindinni, þannig að Edda fer auðvitað í gang að reyna að athuga hvað í gangi, og hitt að Edda á gangi á ægisíðunni og segir að glæpatíðnin í Vesturbænum hækkar mjög og hún finnur þar stúlku sem situr á bekk með hníf í brjóstkassanum og þá hefst leitin að því hver þessi stúlka og hvað gerðist, hver mitt hennar. En þetta gerist mikið hérna í þessum friðsæla og góða bæjarhluta? Já, ég fædd og uppalinn hérna, ég þekki mig best hér, þannig að mér fannst bara upplagt að láta þetta gerast hérna og svo þetta þannig að því maður vinnur sem rithöfundur einn alla daga, þá fer ég oft einmitt hingað á Þjóðminjasafnið eftir hádegi og fæ mér hressandi kaffi og heim aftur að vinna, þannig að eiginlega lá í loftinu að það eitthvað að gerast hérna líka.